Verið hjartalega velkomin á þennan fund sem að ber yfirskriftina að lifa í andanum. Og ég ætla að biðja bara fyrir fundinum. Já, góða Guð, ég bara þakka þér fyrir þessa stund sem við eigum núna hér með þér. Í Jesú nafni legg ég alla sérhverja sál sem hér er inni og er að hlusta eða horfa í þínar hendi, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir að þú blessar hjarta viðkomandi. Ég þakka þér fyrir að þú setur ljós þitt og kraftinn inn í hjarta þess sem að hlustar og horfir. Og ég þakka þér fyrir að þín umbreyting, þín lækning og þín lausn kemur yfir og að þinn vilji verði með þennan fund og hugleiðslubænina á eftir í Jesú nafni. Amen. Fundurinn ber yfirskriftina að lifa í andanum. Og ég heiti Sara Pálsdóttir og ég ætla að mjúta þá sem eru inn á Zoominu, en svo ef það eru með einhverja spurningar eða umræður eða bænarefni í lokfundar þá er sjálfsagt að bera það upp. Við ætlum að fara yfir þó nokkur atriði á fundinum í kvöld, meðal annars það við erum sál, við erum andi, en við erum ekki líkami. Við erum með líkama, en við erum ekki líkami, við erum sál og andi. Við ætlum að fjalla það hvernig Biblían kennir okkur að sjálfshyggjan er dauði en hyggja andans er líf, og þar ætlum við að fara í Rómverjabréfið og við ætlum að tala það hvernig fáum við frelsi frá sjálfshyggjunni sem að vill svo oft segja ég mig frá mér til mín, hvað með mig, og við ætlum að svara spurningu eins og af hverju ger ég stundum hluti sem ég vil ekki gera og er ég að stjórnast af eigin hag eða af anda mínu. Og þetta er bara mjög mikilvæg spurning sem að allir kristni menn þurfa að spyrja sig reglulega. Og síðan þessi stóra spurning, hvernig lifi ég í andanum? Og hvað þýðir það að lifa í andanum? Hvernig veit ég hvort og hvenær ég er að lifa í andanum eða ekki? Og ég hef oft talað mín veikindi sem ég glímdi við mjög mörg ár. Og á þessum tíma þegar ég var veik, að þá var ég föst í sjálfshyggju. Í fyrsta leið þá gat ég ekki lifað í andanum af því ég hafði ekki fengið anda frá Guði, ég hafði ekki endurfæðst. En ég var líka mjög föst í sjálfshyggju, þar sem að líf mitt snerist mig, mína líðan, mína heilsu, minn frama, minn árangur, mína peninga og ég var minn eigin Guð og ég var miðjan í mínu lífi. Og afleiðingin af þessu var þetta ofboðslega mikla myrkur sem ég lifði í, meðal annars sjálfshatrið og veikindin og þessi tilhneiging til þess að meiða sjálfa mig og skaða sjálfa mig, meðal annars með neikvæðu sjálfsniðrifi og sjálfsásökun og sjálfsfordæmingu. Ég glímdi við ofboðslega mikla reiði og mikla gremju af því að ég var föst í ófyrirgefningu gagnvart fortíðinni. Og ég glímdi við líka var mjög ofta að lenda upp á kant á sama tíma og ég trúi því að ég verið rosalega góð í samskiptum að þá var ég mikið að lenda upp á kant við fólk og ég var að lenda í átökum og rifrildi og leiðindum og líf mitt snýrist mjög mikið að passa að enginn myndi vaða yfir mig, að ég fengi minn rétt, að honum yrði framfylgt sama hvað og oft upplýði líka að það giltu aðra reglur mig, þannig að ég til dæmis átti ekki, ef það var til dæmis biðröð þá átti ég að fara fremst í röðina. Ég átti ekki að bíða eins og allir hinir. Og ýmislegt eins og þetta sem var afleiðing af þessari sjálfshyggju. Og ef þetta er mitt líf, af hverju í ósköpunum á ekki mitt líf að snúast mig? Og ef mitt líf á ekki að snúast mig, hvern á mitt líf þá að snúast? Eða hvað? Og sem betur fer, þá mætti Jesús Kristi mér og eftir að ég tók á móti honum þá fór hans andi og hann að umbreyta mér innanfrá og umbreyta mínum innri manni og hluti af því er að lesa í Biblíunni og kynna sér það Guðs orð af því að það er kraftur í því eins og við fórum í síðustu viku sem að umbreytir okkur og gerir okkur líkari Kristi og það er það sem hefur gerst í mínu lífi eftir að ég endurfæddist 2019. Og það talaði það í Biblíunni að við erum að lifa í andanum. Og í Rómverjabréfinu í 8. kafla, sem við ætlum að lesa núna, ef þið viljið fletta upp á því, það segir í 1. versi, nú er engin fyrirdæming búin þeim sem er í Kristi Jesú.
Því að lögmál þess anda sem lífið gefur í Kristi Jesú hefur frelsað mig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Það sem lögmálinu var ógerlegt, það var vanmegna gagnvart sjálfshyggju mannsins. Það gerði Guð með því að senda sinn eigin son í líkingu syndugs manns gegn syndinni og dæma syndina í manninum. Þar með gat réttlætiskröfu lögmálsins orðið fullnægt hjá okkur sem andinn fær að leiða en ekki sjálfshyggja. Og við ætlum að staldra hans við þarna því að þegar við skoðum ensku þýðinguna á þessum texta þá er talað the flesh í stað þessa orðs sjálfshyggja. Þannig að orðið sjálfshyggja og the flesh það er í rauninni það sama. Og í ensku þýðingunni segir for what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending his own son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so he condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us, who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Og í 5. versi, í 8. kafla í Rómverjabréfinu, það segir þau sem stjórnast af eigin hag, hafa hugan við það sem hann krefst, en þau sem stjórnast af anda Guðs hafa hugan við það sem hann vill. Og þarna liggur munurinn að lifa í holdinu eða lifa í andanum. Og svo segir í 7. versi sjálfshyggjan eða holdið er dauði en hyggja andans líf og friður. Sjálfshyggjan er fjandsamleg Guði og lítur ekki lögmáli Guðs enda getur hún það ekki. Og þau sem lúta eigin hag geta ekki þóknast Guði. Þegar við erum í holdinu, þegar við erum í sjálfshygginu þá getum við ekki þóknast Guði. Og í ensku þýðingunni segir eru þessi vers svona those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Og þetta vers, þetta 5. vers, þetta er algjört lykilvers þegar kemur að því að skilja munin á því hvenær erum við í holdinu og hvenær erum við í andanum, það er hugurinn. Það er hugurinn, það er hugafarið okkar sem skilur þarna á milli. Hann segir þegar að hugur okkar stýrist af holdinu, eða þegar við erum með hugan á þessum jarðnesku hlutum þá erum við holdinu og við erum að setja hug okkar á Guð, á hans ríki og þá erum við í andanum. Og þegar við lifum í andanum þá leiðir það til ljós og til lífs. Við fyrir betur í þetta hérna aðeins og eftir. Og svo segir í 9. versi en þið eru ekki á hennar valdi, það er að segja sjálfshyggjunnar, heldur andan sem býr í okkur, en sá sem hefur ekki anda Krists er ekki hans. Og ef Kristur er í ykkur er líkaminn að sönnu dauður því að syndin er dauð en andin er líf sækir sýknunar Guðs. Og svo segir hérna í 12. versi þannig erum við systkin í skuld ekki við eigin hyggju að við skildum lúta henni því ef þið gerir það munu þið deyja. En ef þið látið anda Guðs deyða gjörðir sjálfshyggjunar munu þið lifa. Og þarna er verið að tala þetta að við eigum að leiðast og lifa í anda Guðs en ekki af holdinu eða lifa í holdinu. Og svo segir í 14. versi að þeir sem leiðast að anda Guðs séu Guðs börn og við höfum ekki fengið anda sem að hneppir í þrældóm heldur eða leiðir til hræðslu heldur höfum við fengið þann anda sem gerir okkur að Guðs börnum og í þeim anda köllum við Abba Faðir. Og við köllum í þeim anda erum við börn Guðs og hann er faðir okkar og við erum börnin hans. Og svo segir líka í 17. versi að við erum ekki bara börn hans heldur erum við líka erfingjar hans. Við erum erfingjar Guðs og við erum samarfar með Jesú Kristi. Og það talaði þetta líka í Rómverjabréfinu í 13. kafla í 13. versi og þar segir lifum svo að sæmd sé að því nú er dagur kominn
en hvorki í of áti né ofdrykkju, hvorki saurlífi né svalli, ekki með þrætum eða öfund. Íklæðist heldur drottni Kristi Jesú og leggið ekki þann hug á jarðnesk efni að það veki girndir. Þetta er aftur verið að tala að íklæðast Jesú, það er að lifa í andanum en ekki setja hugan okkar á þetta jarðneska. Við setjum hug okkar á Jesú Krist en ekki þetta jarðneska því að þá erum við komin inn í holdið. Og það skapar myrkur. Og þetta er líka orðað svona í ensku þýðingunni þetta vers, þar sem hann segir but put the mind on Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lusts. Og það er svo mikilvægt í þessu sambandi við gerum okkur grein fyrir því hver við erum. Við verðum að vita í hjart okkar hver við raunverulega erum og hvað við erum og hvers við erum. Af því að andinn sem að lifir í okkur er svo miklu sterkari og öflugri heldur en nokkurt hold eða sjálfshyggja, girndir eða fýsnir. Og Guð hefur gefið okkur sjálfsaga til þess að hafa vald yfir holdinu. Holdið stýrir okkur ekki og á ekki að stýra okkur og við eigum ekki að stjórnast að því. Og við erum, það kemur fram í Biblíunni ítrekað, við erum sköpuð í Guðs mynd og við höfum fengið anda frá Guði og að Guð hannaði okkur, hann skapaði okkur og hann hannaði okkur til þess að lifa með kraft Guðs og Jesú Krist flæðandi inn í okkur, í gegnum okkur og frá okkur. Að Guð, hann vinnur sitt verk hérna á jörðu í gegnum okkur. Og þegar Guð skapaði okkur og hannaði okkur, þá skapaði hann okkur aldrei þannig að við ættum að vera sjálfstæðar verur óháðar Guði. Það sem við reiðum okkur á okkur sjálf, það sem við reiðum okkur á okkar eigið hyggjuvit, okkar eigin kraft, okkar eigin mátt, við erum hluti af Guði. Við erum samofin, samgróin Guði. Og við höfum verk að vinna í hans æðsta plani. Í æðsta plani Guðs sem er nákvæmlega það að allar sálir frelsist og komist inn í Guðsríki. Og í Rómverjabréfinu í 15. kapli 17. versi segir Páll, það sem ég vinn til lofs í augum Guðs er verk Jesú Krists í mér. Þegar við erum að vinna verk Guðs hérna á jörðinni, þá er það Jesús Kristi sem er að vinna í okkur. Og þegar við reynum að lifa í eigin mætti, í eigin vilja, að þjóna eigin hag, þá erum við í holdinu. Þá erum við í þessu jarðneska, þar að segja í sjálfshyggjunni. Og þegar við erum stödd þar, þá erum við í uppreisn gegn Guði og hans hönnun á okkur og því sem við erum og því sem okkur var ætlað að vera. Það er að segja, börn Guðs, við tilheyrum honum, við erum sköpuð í hans mynd og sköpuð til þess að eiga samfélag við hann. Það sem að hans kraftur, máttur og dýrð verkar innan með okkur og í gegnum okkur. Og það er þess vegna sem að sjálfshyggjan eða holdið er myrkur sem leiðir til dauða því hún tekur okkur frá þessu. Hún tekur okkur frá Guði. Hún skapar aðskilnað þar sem við erum sköpuð til þess að vera eitt með Guði. Og þess vegna leiðir sjálfshyggjan og sjálfsfókusin til svo mikillar vanlífunar og eymdar og vansældar af því að hún er myrkur og dauði. En Guð er líf og Guð er ljós. Og meira segja Jesús Kristur sjálfur, hann sagði, og þetta kemur fram í 5. kapla Jóhannes 30. versi, ég megna eigi að gera neitt af sjálfu mér. Ég leita ekki míns vilja, heldur vilja þess sem sendi mig. Og ef að sjálfur Jesús Kristur megnar ekki að gera neitt af sjálfu sér og hann leitar ekki síns eigin vilja, heldur vilja föðurins á himnum, hvernig getum við sem eru manneskjur þá á nokkurn hátt þjónað okkar eigin sjálfi, okkar eigin hag og okkar eigin vilja. Við afneitum sjálfum okkur, við tökum upp krossin og við fylgjum Jesú Kristi af því að það er það sem við vorum sköpuð til að gera og þannig erum við hönnuð. Við erum hönnuð til þess að gera það og vera þannig.
Í Lúkasarguðspjalli í 8. kafla 23. versi þá sagði Jesús við alla: Hver sem vill fylgja mér afneiti sjálfum sér, taki krossinn daglega og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því og hver sem týnir lífi sínu mín vegna, hann mun bjarga því. Og hér í 25. versi, hvað stóða það mannin að eignast allan heiminn en týna og glata sjálfum sér. Og þarna Jesús að segja, sko, ég á að minnka og Jesús á að stækka í mér. Og þegar við höldum fast í okkar eigið líf, í mitt eigið, hér ég mig frá mér til mín, þá týni ég því. Og þannig Jesús að vísa aftur í sjálfshyggjuna, hvað stóðar að mig að eignast allan heiminn, allan peningin í heiminum, fullt af eignum, fullt af yfirflæðandi, efnislegum, allsnættum, ef ég týni mér og mínu lífi og sálinu minni. Og þegar við afhendum líf okkar til hans og við gefum það upp til hans, þá finnum við lífið sem Jesús Kristur hefur fyrir okkur. Og það stórkostlegt líf. Og það magna líf. Og það er ekki alltaf auðvelt líf. En það þjáning hluti af þessu ferðalagi sem við göngum, en það líf sem hefur áhrif, sem ber ávöxt og sem þjónar Guði og hans ríki. Og það það sem skiptir mestu máli. Það eitthvað sem þjónar tilgangi, eitthvað sem óforgengilegt, en ekki bara að skapa eitthvað forgengilegt sem við skiljum eftir hérna á jörðinni, eða hefur engan tilgang og enga þýðingu þegar upp staðið. Í 14. kafla í Lúkasarguðspjalli það segir í 27. versi: Enginn getur komið til mín og orðið lærisveinn minn nema hann taki mig fram yfir föður og móður, maka og börn, bræður og systur og enda fram yfir eigið líf. Og hver sem ber ekki krossinn og fylgir mér getur ekki verið lærisveinn minn. Og ég man eftir þegar ég var að lesa þessi vers fyrst, þá fannst mér þetta svo hart og harkalegt og eiginlega bara pínlítið rudalegt, þú veist. Og en svo þegar ég fór að ganga með Guði þá áttaði mig á því, ef að Jesús ekki efstur í hjart okkar, ef við erum með eitthvað annað en hann efst í hjart okkar, þá kemur myrkrið inn í það. Og þá verður, ef að fjölskyldun okkar ofar í hjartan heldur en Jesús Kristur, þá hleypir það myrkrinu þar inn. Þegar Jesús efstur og hans ljós, þá flæðir það inn í öll önnur sviði lífs okkar og þau verða miklu heilbrigðari og farsælli. Þannig að það ekki honum fyrir bestu, heldur okkur sjálfum fyrir bestu að við setjum fókusin á hann, að við fylgjum honum, að við veljum að hafa hann ofar öllu öðru í okkar lífi. Og ég man að Jesús fór að tala til mín: lífið þitt snýst ekki um þig. Þetta snýst ekki um þig. Og ég man að þessi hugsun fór að óma innra með mér í hjartanu mínu. Í fyrsta sinn, þetta snýst ekki um mig. Þetta snýst ekki um mig. Og svo fór þetta að mallast og umbreytast í hjarta mínu. Þetta snýst um hann. Og við erum eitt með Kristi. Jesús sagði ekki hafa áhyggjur af mat, ekki hafa áhyggjur af því hvað og hvenær þið borðið eða hverju þið klæðist. Það er að segja, ekki binda hugan ykkar við þetta jarðneska. Fókusið á mig, sagði Jesús, og leiti míns ríkis og réttlætis og þá mun ykkur veitast allt annað að auki. Fókusaði á Jesús. Þjónaði honum en ekki sjálfum mér eða sjálfur þér. Og þegar við fókusum á hann og þjónum honum, hann mun sjá vel fyrir okkur. Amen. Hann sér fyrir okkur. Hann skaffar okkur það sem við þurfum. En ef við erum í ótta og kvíða að fókusa á okkur sjálf og reyna að skaffa fyrir okkur sjálf og reyna að gera þetta allt sjálf, þá lokum við bara fyrir það að hann geti stíða þarna inn og sé fyrir okkur. Eða fylgja mér. Af því að við ætlum að gera þetta í okkar eigin mætti. Við erum ekki búin að afhenda þetta hans og treysta honum fyrir þessu. Þegar við fókusum á hann og þjónum honum, þá mun hann sjá vel fyrir okkur og þá stækkar hann og vex og dafnar í líf okkar, því að allt sem við fókusum á, það stækkar og það vex og það dafnar í líf okkar. Og þegar við erum í andanum, þá erum við að fókusa á drottin, en þegar við erum í holdinu, þá erum við að fókusa á okkur sjálf og hjarneska. Og í Filippibréfinu mjög magna vers sem ég hef hugleitt mikið og
beðið Guð að gefa mér opinberun en það segir í 18. versi, margir breyta. Ég hef oft sagt ykkur það og nú segi ég það jafnvel grátandi, eins og óvinur kross Krists. Afdrif þeirra eru glötun. Guð þeirra maginn, þeim þykir sómi að skömminni og þeir hafa hugan á jarðneskum munum. Þeir hafa hugan á jarðneskum munum og í ensku þýðingu segir their mind is set on earthly things. Og þarna erum við aftur komin í rótinu. Er ég í andanum eða er ég í holdinu? Ef ég er í holdinu þá eru afdrif glötun og Guð þeirra maginn. Og þarna er verið að vísa í að við getum aldrei fengið lífsfyllingu og orðið sött í svona andlegri merkingu með því að eltast við jarðneska og efnislega hluti. Af því að við viljum alltaf meira og meira og meira. Og það eina og sá eini sem getur gefið okkur lífsfyllinguna og haminginu sem við viljum, það er Jesús Kristur. Það er það eina sem mun gera okkur andlega sött. Og þess vegna setjum við hugan á hann. Og ef við gerum það, þá mun hann sjá til þess að við höfum nóg af þessu efnislega, meir en nóg. Jesús sagði, ég komið til þess að gefa ykkur líf í fyllstu gnægð. Það eru alls snægtir Guðs. Guð á allt, Guð á alla jörðinu og allt sem á henni er. Og Guð á nóg af öllu fyrir okkur. Þegar við Einar eigum strák saman sem er 5 ára og þegar hann var 1 árs og þá borðaði hann ekki neitt. Þetta var einn erfiðasti tími lífsmíns að eiga þetta litla barn sem bara vildi ekki borða. Og stundum gerðist það, hann var kannski búinn að borða 2 pínulitla bita og það voru bara á 5 dögum. Og hann var orðinn allur mjög mjór og grannur og ég var að fríka út yfir þessu. Ég var í ótta, ég var í kvíða, ég var í hræðslu, ég var í reiði, ég var í gremju og á þessum tíma þá var ég ekki, þú veist, ég var bara nýbúin að taka á móti Jesú, þú veist. Og ég var ekki grundvölluð eða andlega þroskuð eða búin að lesa í orðinu á þessum tíma og þetta olli mér svo mikilli angist og mikilli kvöl og miklum kvíða að barnið mitt vildi ekki borða og þetta gekk lengi vel. Það var rosalegt basl. Og ég man eftir því síðan þegar þetta var búið að vera í gangi í eitthvað tíma og þetta var nú farið að lagast og eitthvað að skána að því að sko strákurinn hann hefur braggast stórkostlega. Hann er bara mjög heilbrigður, eðlilegur, bara í hávaxinn, flottur, það er ekkert að vanbúa þar og ég man eftir því að einhvern tímann var ég að hugsa þetta að þá talaði Guð til mín og hann sagði hef ég ekki séð til þess að strákurinn hafi fengið alla þá næringu sem hann hefur þurft á að halda. Hann hafi braggast vel, hann hafi verið heilbrigður. Og þetta stakk mér svo í hjarta og þetta stingur mig ennþá í hjarta þegar ég hugsa þetta því ég hafi verið í svo mikilli vantrú og svo mikilli vantrausti gagnvart Guði. Að því ég var ekkert að pæla í honum í gegnum þessa erfiðu reynslu sem ég hefði átt að gera. Það eina sem ég var að hugsa var að barnið mitt var ekki að borða og hvenær hann borðaði síðast og hvenær hann átti að borða næst og hvort hann var að fara nóga, hvort hann var að fara á lítið eða hvort hann var að fara að skaða. Þú veist, ég var bara algjörlega föst í holdinu. Og Guð talaði til mér, hef ég ekki séð til þess að hann hefur fengið alla það næringu sem hann þurfti. Hann hefur braggast og hann hefur dafnað og hann hefur vaxið og ég bara, vá, það var mikið lexía fyrir mig. Og þegar ég horfi tilbaka þá sé ég líka á þessum fá árum sem ég hef verið að lesa í orðinu og fylgja Jesú hversu mikil umbreyting hefur átt sér stað innan með mér. Af því að ég myndi bregðast allt öðruvísi við þessi dag heldur en ég gerði þá. Þannig að í 1. Jóhannesbréfi 3. kafla það segir í 1. versi sjáu hvílíkan kærleika Faðirinn hefur auðsýnt okkur að við skulum kallast Guðs börn og það erum við. Og þið elskuð nú þegar við erum Guðs börn að þá er það enn ekki orðið bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist þá verðum við honum lík því að við munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsa sjálfan sig eins og Kristur er hreinn. Og það er talað það í
3. kafla í Jóhannesar guðspjalli þá útskýrir Jesús þessa endurfæðingu. Hvað er að endurfæðast? Og ef við bara lesum hérna aðeins saman í þessum 3. kafla, fyrir þá sem eru kannski að horfa á þetta og hafa ekki átt að segja á því hvað þýðir að endurfæðast eða hvernig verðum við Guðs börn, eða hvað þýðir að andinn okkar endurfæðist. Og þá talaði þetta í 3. kafla í Jóhannesar guðspjalli og þar sem sagt Jesús að hitta farisea sem var prestur af gyðingaætt sem hét Níkódemus. Og Jesús og Níkódemus að spyrja hann, segir við hann: Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir kominn frá Guði, enginn getur gert þessi tákn sem þú gerir nema Guð sé með honum. Og hér segir í 3. versi: Jesús svaraði honum: Sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Og þarna byrja Níkódemus að spyrja: fæðist að nýju, hvað þýðir það? Ekki get ég farið aftur inn í leg móður minnar og fæðist aftur þegar ég orðinn gamall. Og þá segir Jesús aftur: Sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Það sem af manni fæðist mannsbarn, en það sem fæðist af anda Guðs, það Guðs barn. Undrast eigi ég segi við þig, ykkur ber að fæðast af nýju. Vindurinn blæs það sem hann vill, og þú heyrir þyt hans, samt veist ekki hvaðan hann kemur ni hvert hann fer. Svo þann sem af andanum fæddur. Og það þannig að við erum sál og við erum andi. Og þegar við fæðumst inn í þetta lífi hérna á jörðinni, þá andinn falleg, hann hjúpaður myrkri. Og það sem að gerist þegar við trúum í hjartanu að Jesús Guð og við játum með munnunum, að þá kemur andi Guðs inn í andan okkar og endurfæðir hann og við fáum nýjan anda sem fæddur af Guði. Og hann heilagur og hann innsiglaður, hann með sama DNA og andi Guðs. Það Guð sem lifir innra með okkur og þannig verðum við börn Guðs og þannig öðlumst við inngangi inn í himnaríki Guðs. Og þegar við höfum stigið þetta skref og okkar jarðvist hérna jörðin niðri líkur, það skiptir ekki máli hvað við gerum eða hvernig líf okkar hefur verið eða hvað við höfum gert að broti af okkur. Þetta er skilyrðslaust, það getur enginn tekið þetta frá okkur, þetta gjöf frá Guði og þegar við erum búin að stíga þetta skref einu sinni, þá endist það alla eilíf. Það er ekki hægt að fara tilbaka. Þá erum við með hann anda og það enginn og ekkert sem getur hreyft í því að tekið það frá okkur. Þegar jarðvist okkar hérna á jörðinni líkur, þá kemur Jesús, hann sækir sálinn okkar og andan okkar og fer með okkur inn í himnaríki Guðs. Það sem eilíft ljós, eilífur kærleikur, eilíf hamingja, eilífur friður. Og þar lifum við í eilífinni með Guði. Og þetta frum tilgangur mannkyns hérna á jörðinni og ef þú hefur ekki stigið þetta skref, þú sem ert að hlusta og horfa, þá langar mér til þess að bjóða þér að gera það núna með að fara með þessa einföldu bæn. Kæri Jesús, ég trúi því að þú sért Guð. Ég trúi því að þú lifir í dag. Takk fyrir að fyrirgefa syndir mínar. Takk fyrir að endurfæða anda mig núna. Takk fyrir að ég þitt barn. Að ég lifi í þínu ljósi. Alla eilíf. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Og til hamingju fyrir þá sem voru að stíga þetta skref núna. Og við sem að höfum öðlast þennan anda, við getum lifað í honum. Það okkar val. En við þurfum að æfa okkur í því og þjálfa okkur í því og við þurfum að vita hvernig gerum við það. Og Biblían kennur okkur hvernig það gert. Og áður en að við förum yfir í að læra hvernig við lifum í andanum, þá þurfum við að vita hvernig veit ég hvenær ég í andanum og hvenær ég ekki andanum eða hvenær ég jafnvel í holdinu. Og þá gott að lesa í 5. kafla í Galatabréfinu og þar segir í 13. versi: Bræður og systur, þið voru kölluð til þess að vera frjáls. Misnotið ekki frelsið í þágu eigin girnda, heldur þjóni hvert öðru í kærleika. Allt lögmáli felst í þessu eina boðorði: þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. En ef þið bítist og étið hvert annað upp, þá gæti þess að þið tortímið ekki hvert öðru. En ég segi, lifið í andanum og þá fullnægið þið alls ekki girnd holdsins. Holdið girnist gegn andanum og andinn gegn holdinu. Þau standa hvert gegn öðru til þess að þið gerið ekki það sem þið viljið.
en ef þið leiðist af andanum þá eru þið ekki undir lögmáli. Og svo segir í 19. versi, holdsins verkur er augljós, frillulífi, óhreinleiki, saurlífi, skurðgoðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, drykkja, ofdrykkja, svall og annað þessu líkt. Og í 20. öðru versi segir, en ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og sjálfsagi. Og svo segir hérna í 25. versi, fyrst andinn hefur vakið okkur til lífs, skulum við lifa í andanum. Verum ekki hégum og gjörn, svo við áreitum og öfundum hvert annað. Og í Rómverjabréfinu í 7. kafla og 19. versi, þar er Páll að lýsa sinni glímu við holdið. Það sem hann segir, hið góða sem ég vil, það ger ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það ger ég. Og þarna er hann að vísa í þessa glímu, þessa baráttu sem að holdið á við, eða sem að við eigum innræði með okkur þegar við erum annarkvort í holdinu eða andanum. Við erum að reyna að vera í andanum en við dettum í holdið og allt í einu erum við komin í holdið. Og hvað eru margir inni sem hafa tekið einhvern tímann ákvörðun að sleppa því að fá sér desert, borða minna, fara fyrir að sofa, gera meira, gefa meira, missa ekki stjórn og skapi sinni við tilteknar aðstæður, ekki rífast eða skammast, ekki þrasa eða þræta, ekki dæma eða ásaka, en síðan mistekist. Og það er einmitt þetta, þegar við dettum inn í holdið og það tekur af skarið, þá er það sem að gerist. Og við gerum eitthvað sem við viljum ekki gera. Við gerum eitthvað sem við sjáum eftir, eða við sogumst inn í eitthvað myrkur, eins og deilur að ágreininga, þras og þrætur sem að við vildum aldrei sogast inn í. Og það er allt í lagi, þetta kemur fyrir okkur öll, það er engin fyrirdæming í þeim sem að hafa tekið á móti Jesú Kristi. Við erum að muna það. Við sýnum sjálfum okkur hlýhug, við fyrirgefum og svo stígum við inn í andan. Og til þess að svara þessari spurningu, hvernig veit ég hvort ég er í holdinu eða í andanum hverju sinni, þá þurfum við að skoða hugsanir okkar. Muni, hugafari. Það er ekki ástæðulausu að það séu svona ofboðslega mörg vers í Biblíunni hugafarið okkar og hvernig við eigum að vanda okkur og passa upp á hugsanir okkar. Og ef þú ert með hugan á jarðneskum hlutum, eða í deilum, í metingi, í reiði, í eigingirni, öfund, ofdrykkju, hvað með mig? Hvað er mig? Er enginn að hugsa mig? Auðmikið ég? Þá ertu klárlega komin í holdið. Og ef þú finnur að hugsanir þínar eru komnar í áhyggjur af peningum, vinnunni, þú ert farin að hugsa eitthvað 10 ára gamalt rifrildi, hvernig þú hefur getað svarað öðruvísi til þess að eiga síðasta orðið eða til þess að kenna hinum leksju eða til þess að sýna einhverjum að þú ert klárari eða orðhefnari, þá ertu klárlega komin í holdið. Hvað eru margir inni sem hafa verið að spila eldgömlu rifrildi í hausnum á sér? Jafnvel mörgum árum eftir allt sér stað. Ef þú ert komin í sjálfsniðurrif, fyrirlitningu gagnvart náunganum eða kvíða gagnvart framtíðinni, þá ertu klárlega komin í holdið. Ef þú ert komin í ofát, ofdrykkju eða lostahugsanir, þá erum við klárlega komin í holdið. Er að fylgja mér? En ef þú hefur hugan á Jesú, á Guð, á hans ríki, á hans réttlæti, hugan við að þjóna, við að hjálpa öðrum, hugan við að dreifa fagnaðarerindi, vera kærleiksrík eða kærleiksríkur, skapa sættir, friðmælast, að vera í trú, vera í traust á Jesú, þá erum við klárlega í andanum. Hvað er að gerast í hugsuninni þinni? Það er hugur okkar sem skilur að hvar við erum stödd í andanum eða í holdinu. Og sem betur fer, þá gaf Guð okkur val og Guð gaf okkur vald yfir okkar eigin hugafari og Guð gefur okkur þetta markmið að taka upp hugafar Krists, að umbreyta hugafari okkar til samræmis við hugafar Krists og þannig umbreyta sjálfum okkur. Þannig að þetta er leiðin fyrir okkur til þess að vita hvar við erum stödd, hvort við erum í andanum eða í holdinu. Og síðan viljum við svara þessari spurningu, hvernig lifi ég í andanum og afneita sjálfinu. Og það segir í 12. kafla í Rómverjabréfinu að við eigum að bjóða okkur sjálf fram að lifandi fórn fyrir Guð.
að við eigum ekki að fylgja háttsemi þessa heims, heldur láta umbreytast með hinu nýja hugafari og við lærum að skilja hver vilji Guðs, hið góða, hið fagra og hið fullkomna. Og í síðara Kórinthubréfi í 11. kafla segir Páll í 3. versi: en ég hræddur að eins og höggormurinn tældi Evu með flærð sinni, svo kunni og hugsanir ykkar að spillast og leiði ykkur burt frá einlæri og hreinni tryggð við Krist. Og við þurfum að passa okkur á að hugsanir okkar séu ekki að spillast og leiðast frá Kristi. Við setjum hugan á Krist, við setjum hugan á ljósi, við setjum hugan á það góða, fagra, það fullkomna. Hver vilji Guðs? Hvernig myndi Jesús bregðast við þessum aðstæðum sem að upp eru komnar? Hvað segir orðið það? Hvernig ég á að bregðast við þegar þetta gerist eða þegar hinar aðstæður komnar upp? Ekki hleypa myrkrinu inn í hugan þinn. Ekki gera það. Þú hefur vald yfir hugsunum, Guð hefur gefið vald yfir þínu eigin hugafari, nota þetta vald. Andinn þinn er margfalt sterkari heldur en nokkuð myrkur, sem þýðir að andinn þinn er miklu sterkari og öflugri heldur en nokkrar neikvæðar hugsanir sem gætu mögulega að poppa upp eða koma upp og gerist hjá öllum, kemur fyrir alla. Í 12. kafla í Rómverjabréfi 10. versi segir: verið ástúðleg hvort annað. Ég get ekki að lesa þetta vers af því þetta er eitthvað sem ég gat aldrei eða hef átt erfitt með í gegnum mitt líf. Verið ástúðleg við hvort annað í bróðurlegum kærleika og keppist að sýna hvert öðru virðingu. Við erum að keppast að sýna hvert öðru virðingu. Verið ekki hálfvolg í áhuganum, verið brennandi í andanum. Við erum að vera brennandi í andanum fyrir Krist. Verið brennandi í áhuganum á að hans æðsta markmið komist til skila. Þjóni drottni, verið glöð í voninni, þolinmóð í þjáningunni, staðföst í bæninni. Við látum ekki hið illa sigra okkur, heldur sigrum við hið illa með góðu. Við sigrum illt með góðu. Við pössum upp á hugsanir okkar. Það eru þær sem ráða því hvort við séum í andanum eða holdinu, hvaða orku erum að skapa með okkar eigin hugafari. Erum við að skapa myrkur, erum við að skapa ljós? Er þetta neikvæð hugsun, er þetta jákvæð hugsun, er þetta heilbrigð hugsun, er þetta óheilbrigð hugsun? Hvað er það að setja fókusinn, hvað er það að setja hugan þinn á? Guð og hans ríki að það sem jarðnest er. Muni hvað stóð í Rómverjabréfinu í 8. kafla. Þau sem stjórnast af eigin hag hafa hugan við það sem hann krefst, en þau sem stjórnast af anda Guðs hafa hugan við það sem hann vill. Íklæðist drottni Jesú Kristi og leggið ekki þann hug á jarðnesk efni að það veki girndir. Og þegar við afneitum sjálfinu, þegar við afneitum girndum holdsins, þá færumst við nær Guði og við lifum í andanum. Við erum andlega verur og við lifum tímabundið í þessum efnislega heimi og okkar andlega ferðalag og samfélag við Guð er það sem langmestu máli skiptir. Ekki þetta efnislega neyslulíf sem við eigum hérna líka á jörðinni, og ég er ekki að segja að það sé eitthvað rangt eða slæmt. Það er bara hluti líka af þessari veröld sem Guð skapaði og við lifum í, og það er hluti af okkar lífi. En þegar við færum hugan okkar frá þessu jarðneska og á Guð, á þetta himneska, þá lifum við í andanum og þá öðlumst við ávexti andans. Og ávextir andans er réttlæti, friður, frelsi, gleði, fögnuður, allsnættir, frelsi, allt þetta góða, fallega og stórkostlega sem við viljum öðlast. Allt þetta efnislega er forgengilegt, en sálin okkar, andinn og samfélag okkar við Guð er óforgengilegt og eilíft. Sálin okkar er hönnuð og sköpuð fyrir samfélag og tengingu við Guð, og það er Guð sem að nærir sálin okkar. Og það er hann sem sér fyrir öllum okkar efnislegu og andlegu þörfum. Amen. Amen. Þá ætlum við að fara inn í hugleiðslubæn, þar sem við ætlum svolítið bara að fyrirgefa holdinu og sjálfshyggjunni, þar sem við ætlum að afhenda líf okkar og okkar vilja, okkar hag
til Guðs og byggjum hans. Við ætlum að biðja Guð að lækna fókusin okkar, þannig að fókusin okkar er bara stiltur, fastur á Guð, á Jesús, á ljósið. Og við ætlum að biðja Guð að gefa okkur sitt hugafar. Hugafar sem er fullt af ljósi. Hugafar sem að sér Jesús fyrst og fremst. Hugafar sem með hugan á honum og við hann. Alla daga, allan daginn. Og síðan ætlum við í trausti að segja Guð, ég ætla að taka hugan af þessu jarðneska og setja á þig og ég treysti því og ég trúi því að þú munir sjá fyrir mér. Og ég trúi því og ég treysti því að þú munir gefa mér þínar allsnættir. Að ég þurfi ekki að hafa áhyggjur að því að mínum efnislegu þörfum sé ekki sinnt. Amen. Amen. Það verður svona cirka 10 til 12 mínútna bæn. Þú mátt bara koma þér þægilega fyrir það sem situr eða liggur. Ef þú vill getur þú dregið djúpt inn andan og bara leyftir að loka augunum þegar þú blæst frá. Og ég bara legg þessa hugleiðslu bæn í þínar hendur, Drottinn. Verði þinn vilji, verði þín áætlun og þinn kraftur sem að verki í þessari bæn. Og ég bara tek ákvörðun frá hjartanum að fyrirgefa allri sjálfshyggju. Og ég fyrirgef holdinu. Og ég bara tek þetta og afhendi þér þetta, Jesús. Í Jesú nafni tek ég ákvörðun að afhenda þér líf mitt, Jesús. Ég afhendi þér viljan minn. Ég afhendi þér minn eigin hag. Og ég afhendi þér alla tilhneigingu til sjálfshyggju, til sjálfssóknar. Og ég bið að taka þetta frá mig, Drottinn. Gefðu mér þinn vilja, Jesús. Gefðu mér þinn hag. Og gefðu mér þitt líf fyrir mig í Jesú nafni. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú sendir ljós þitt inn í fókusinn minn og læknar hann. Og ég stilli fókusinn minn og hug minn á þig, Jesús. Og ég lýsi því yfir að þú, Jesús, ert efst í huga mér. Þú ert fremst í huga mér. Þú ert efst í mínu hjarta. Þú ert ofar öllu öðru. Og ég vil að fylgja þér. Og ég tek ákvörðun að afhenda þér hugafar mitt. Og ég þakka þér fyrir að þú gefur mér Krists hugafar. Ég þakka þér fyrir að hugafari mitt er fullt af kærleika, friði, allsnægtum, frelsi
heilbrigði, gleði, hlátri, en líka þjónustu, hjálpsemi, góðvild, gæsku og ljósinu þínu. Og ég þakka þér fyrir að þú setur inn í hjarta mitt hugrekki, kjark og dirsku til þess að segja frá þér, Jesús. Til að segja frá fagnaðarerindinu. Til þess að biðja með öðrum svo þeir megi frelsast. Og ég þakka þér fyrir að þú setur fræ vakningar í hjarta mitt. Svo að þín vakning megi flæða þar í gegn. Og stundum þegar ég er að sjá fyrir mér andan minn, þá svona sé sálina mína, ég svona kíkja á sálina og sé ég svona kúlu, svona einhverja kúlu og svo þegar ég horfi á andan minn, þá sé ég hann alltaf fyrir mér sem svona nánast svona eins og blár logi, svona andi sem er innan með mér. Og ef þú getur séð þetta fyrir þér núna, að ég byrjum að skoða hvort þú sjáir sjálfa þig inn í andanum, eða fyrir utan andan og þú svona tekur ákvörðun að setja sjálfan þig inn í andan þinn og bara gefur svona kærleiksleg fyrirmæli, vertu þarna, vertu í andanum, lifðu í andanum. Í Jesú nafni tek ég ákvörðun frá hjartanum að lifa í andanum. Í Jesú nafni tek ég ákvörðun frá hjartanum að fókusa á Krist. Í Jesú nafni tek ég ákvörðun frá hjartanu að trúa því að andinn sé miklu sterkari heldur en holdið. Andinn er búinn að sigra holdið. Holdið hefur þegar verið krossfest. Andinn stýrir og ríkir innan með mér. Það er andinn sem að ríkir yfir ákvörðunum, hugsununum, tilfinningunum, skoðununum, sýninni minni. Og núna gef ég andanum leyfi til að stækka. Miklu stærra pláss fyrir andan minn núna.
Og nú leyfum við bara anda Guðs að gera það sem að er í samræmi við hans vilja. Og eina sem við ætlum að gera á meðan er bara að vera í andanum. Kannski viltu hlusta á andan, heyra hvað hann talar til þín. Ég ætla að biðja að ímynda þig núna að þú bara takir hugarfarið og þú setur það á Krist. Það er bara fast við Krist. Það er bara svona eins og það sé límt við hann eða hangir á honum og það er bara á honum. Bara hugarfarið er bara þar. Svona setja hugan á Krist og hugurinn er þar. Og þú ert eftir að taka eftir í stundum. Þú munt heyra í himnaríki í hugarfarinu. Englasöng eða lofgjörð. Að eitthvað fallegt, að eitthvað gott er að fara að gerast, að eitthvað stórkostlegt er framundan. Í þínu lífi, í þinni göngu með Jesú. Einhverja gleðihugsanir og þakklæti yfir því að vera búin að taka á móti Jesú og stíga þetta skref, að uppfylla tilgang þinn í lífinu þínu. Það er ekkert annað mikilvægara heldur en að stíga það skref og þú ert búin að stíga þetta skref og það er stórkostlegt kraftaverk.
Ég set augu mín á þig, Kristur. Og ég festi augu mín á þér. Og þú ert það fyrsta sem ég hugsa þegar ég vakna á morgnana. Og þú ert það síðasta sem ég hugsa þegar ég sofna á kvöldin. Halleluja. Og nú langar mér til þess að bjóða þér ef það er eitthvað bænarefni sem þú vilt leggja til Guðs núna. Þú máttu bara gera það núna. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Og það kemur þessi sterka trúin í hjartað núna sem segir ég lifi í andanum. Ég lifi í andanum. Þú átt auðvelt með að lifa í andanum. Það er eðlilegt að lifa í andanum. Og þú átt eftir að finna svo ofboðslega sterkt fyrir þessum fallegu björtu, fallegu hugsunum. Þú átt eftir að finna fyrir sterkari gleði, meiri friði og þú átt eftir að taka á móti miklu meiri allsnættum inn í lífið þitt. Skilyrðislausu trausti gagnvart föður þínum á himnum. Hann sér fyrir þér og hann skaffar þér öllu því sem þarfnast hverju sinni. Í Jesú nafni. Amen.